Ég nú bara að hefja hana fund. Streymið hafið? Getur einhver sagt mér það? Já, streymið hafið. Nú streymið hafið. Nú, þá held ég að við bara hefjum fundinn, býð ykkur öll velkomin og þakka nú Landspítalanum fyrir að leyfa okkur að vera hér í dag með þennan blaðamannafund þar sem okkur langaði að fara yfir það sem við köllum fjárfestingu í heilsu þjóðar. Og ég ætla nú að byrja hér á að fara aðeins yfir svona stóru línunar og svo ætla Bjarni Benediktsson og Willum Þór Þórsson að fara yfir hvert við erum að stefna nákvæmlega. Öflugt heilbrigðiskerfi til framtíðar. Við erum nýlega búin að kynna fjármálaáætlun til næstu ára þar sem eru þetta ýmis tíðindi. Sum þeirra snúast það hvernig við getum slegið á þenslu. Það er verið að fresta ákveðnum fjárfestingum, það er verið að auka aðild á vissum sviðum, það er verið að auka tekjuöflun. En eitt er það sem við höldum ótrauð áfram með og það er fjárfestingin bæði hér í nýjum Landspítala og í heilbrigðiskerfinu. Við höfum frá upphafi forgangsraðað þessu verkefni, það þarf kannski engum að koma á óvart enda er þetta það mál sem þjóðin hefur lagt áherslu á, hvort sem það hefur verið í aðdraganda kosninga eða í þeim könnunum og rannsóknum sem hafa verið gerðar. Og mér er það minnisstætt þegar ég lagði af stað með verkefni sem snerist það að skapa hér nýja velsældarvísa fyrir samfélagið, að þegar fólk var spurt hvað finnst þér mikilvægast af samfélagið, hvað er það sem stjórnmálamennirnir eiga að vera að sinna, þá var heilbrigðismál efst. En þegar fólk var líka spurt hvað finnst þér mikilvægast bara fyrir þig sjálfan eða sjálfa, þá sagði fólk líka heilbrigði. Þannig að það kom út á toppnum hvort sem fólk var spurt í raun og veru hin persónulegu mál eða samfélagslegu mál. Og núna erum við að horfa á mjög mikla fjárfestingu bæði sem er farin af stað og er framundan, ekki síst í þessu verkefni hér. Heildaráætlunin felur í sér 210 milljarða fjárfestingu og Landspítalinn er þar auðvitað risastór hluti og við auðvitað sjáum bara bygginguna rjúka upp. Ég tek eftir þessu nánast á hverjum degi hvernig nýr Landspítali rýkur upp. Og það verða stórar vörður á næstunni þegar ný hús verða tekin í notkun, en síðan er líka búið að taka ákvarðanir sem verða kynntar hér á eftir svona næstu vörður þegar þessu tímabili lýkur, til dæmis nýja einingu fyrir geðþjónustu, nýja aðstöðu fyrir krabbameins- og öldrunarþjónustu og umfangsmikla fjárfestingu í tækjabúnaði, tækni og stoðþjónustu. Akkur erum við að þessu, ég þarf nú að geta segja ykkur það er ekki bara út á skoðanakönnunum það hvað fólki finnst mikilvægt, þó að það sé ansi mikilvægt. Við þurfum auðvitað að horfa á staðreyndir, okkur fjölgar og dálítið merkilegt að okkur fjölgar hraðar en nokkur gat séð fyrir. Ég veit ekki hvort þið þekkið mjög merkilega skýrslu sem kom út snemma á 9. áratugnum sem var unnin af framtíðarhópi þáverandi forsætisráðherra, þar sem var verið að reyna að spá fyrir hvernig þetta yrði allt hér á Íslandi 2020. Nú í stuttu máli þá hefur fátt gengið eftir og kennir okkur það kannski að það er erfitt að spá fyrir. Og eitt af því sem gekk ekki eftir er að við erum miklu fleiri en spáð var fyrir Og það eru ýmsar breytur sem þar koma inn í, en kannski svo mikilvægast er að við erum aðilar að EES-samningnum, þannig að hingað hefur miklu fleira fólk flust en fólk sá fyrir hérna 1980 eitthvað. En við erum líka að verða miklu eldri og við erum að sjá það að hlutfall 67 ára og eldri er alltaf að vaxa og það eru þetta bara mjög góða fréttir. En það þýðir líka að heilbrigðisþjónustan þarf að takast á við aðrar og fjölbreyttari áskoranir en áður. Og ég nefndi, já nú kemur þetta hér, innflytjendur sem eru orðnir hærra hlutfall af íbúum en áður og miklu hærra en okkur þarf að spá og fleiri ákveða að koma ekki hinga bara í skemmri tíma til að vinna heldur ákveða að setjast hér að. Sem auðvitað bara góð meðmæli með því samfélagi sem við höfum skapað hér á Íslandi en auðvitað skapar fjölbreyttari, hvað getum við sagt, viðfangsefni fyrir okkur öll, ekki bara skólakerfið og samfélagið, heldur líka heilbrigðiskerfið. Þannig að allt svona leggst þetta á eitt sem skýr rök með þeirri mikilvægu ákvörðun að fjárfesta í heilbrigðisþjónustu. Og svo það ferðamennir sem slasa sig hér unnvörpum og kalla líka á viðbrögð heilbrigðisþjónustu því við þurfum að geta brugðist við því þegar í raun og veru við erum margfaldur okkar íbúafjöldi hér yfir stærstu mánuðina í ferðaþjónustunni. Og hér sjáum við íbúafjöldan yfir
sumarmánuðina þar sem við nánast slögum í að tvöfalda íbúafjöldan. Geðheilbrigði, það nú dálítið merkilegt hvað við erum búin að ekki bara snýst þetta fjölda fólks og ekki bara snýst þetta samsetningu íbúa og aldur, það snýst líka breytt viðhorf. Þegar ég alast upp sem barn þá hefði ekki nokkur stjórnmálamaður verið að ræða einmanaleika, kvíða, það hefði bara þótt eitthvað skrítið. Hvað þá að ræða það markmið að fólk ætti að geta orðið hamingjusamt í samfélaginu. Það nú þótt mjög skrítið og þykir reyndar enn pínu skrítið. En ég ætla að segja það að geðheilbrigði auðvitað risastórt mál og það snýst auðvitað ekki bara heilbrigðisþjónustu. Og þess vegna erum við að vinna að velsældarvísunum því við vitum það að heilsa okkar og ekki síst andleg heilsa en líka líkamleg ræðst svo mikið af því umhverfi sem við sköpum fólki. Ræðst af því samfélagi sem við byggjum, ræðst af því hvort við getum tryggt það að fólk nái endum saman, hvort að fólk eigi aðgang að heilnæmu umhverfi, hvort að fólk hafi hreinlega tíma til að vera með fjölskyldu og vinum. En þetta þessi heildarhugsun sem við erum að reyna að innleiða í okkar stefnumótun sem snýst það að við erum ákveðnar velsældar áherslur í okkar fjármálaáætlunum. Þar hefur geðheilbrigði verið ein af áherslunum, ekki vegna þess að við teljum að við séum að gera svo óbúslega vel og viljum monta okkur af því, heldur vegna þess að við sjáum áskoranir með vaxandi vanlíðan ungs fólks. Við sjáum það að þessi mál eru komin upp á borðið og þar þarf að bregðast við, bæði eins og ég segi í þessum samfélagslegu þáttum en auðvitað líka í heilbrigðisþjónustunni. Og þarna kemur þetta sem ég nefni því lífsgæðin eru svo samtengt heilbrigði okkar. Og það var nú einn góður læknir, ég ætla að segja þetta að þetta var læknir og það er svo mikið að læknum hérna, það er svo gaman að eiga orðastað við lækna þeirra eigin fag, en hann sagði einhvern tímann minnsti þátturinn af heilbrigði fólks er það sem gerist innan heilbrigðiskerfisins. Stærsti þátturinn er það sem gerist utan þess og á það verðum við líka að horfa og þessu nefnitt heilbrigðisráðherra að vinna að lýðheilsustefnu sem einmitt snýst það hvernig við getum aukið lífsgæðin og dregið úr þeim viðfangsefnum sem þið þurfum að eiga við hér. Ég þarf nú ekki við erum að horfa á líka að heilsan mikilvæg fyrir velsæld og þó að ég leggi áherslu á þessa umhverfisþætti þá skiptir auðvitað máli að við sem samfélag tryggjum það að starfsaðstæður heilbrigðisstarfsfólks séu viðunandi. Nýr Landspítali auðvitað lykilþáttur í því og að aðgengi fólks að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sé tryggt. Og þess vegna skiptir fjárfesting í heilbrigðisþjónustu máli en mín skilaboð eru að á sama tíma þurfum við að hugsa hina samfélagslegu og umhverfislegu þætti til þess að tryggja þessa heildarsýn. Og þarna koma mín lokaorð, við horfum á heilsu þjóðarinnar í víðara samhengi og þá var ég að hugsa að henda boltanum yfir til þín, Bjarni. Gjör svo vel. Já, komið öll sæl og blessuð og gaman að vera með ykkur hér á þessum fundi sem að ég lít þannig á að við erum að efna til af gefnu tilefni þar sem að við erum að upplifa það að við erum í fyrsta skipti að sjá dálítið svona til botns í þessu risastóra verkefni. Ekki það að við séum á þessu ári eða því næsta að ljúka verkefninu en við erum að sjá hvernig við munum ná utan heildarverkefnið. Og það hefur verið löng leið. Ég held að það hafi nú bara verið rétt þann tíma sem ég var að hefja afskiptið af stjórnmálum, 33 ára gamall fyrir mjög löngu síðan, sem að maður heyrði fyrst hugtakið hátækni sjúkrahús. Svo hefur margt gerst og það tók langan tíma að undirbúa og hanna og ákveða nákvæmlega hvað við ætluðum að gera. Þar til að við til dæmis fyrst tókum skóflustunguna 2015 hérna sjúkrahótelinu, sem var fyrsta svona verklega framkvæmdin, fyrsta skóflustungan að einhverju sem að þar sem við vorum farin að raungera alla þessa umræðu sem hafði staðið yfir í langan tíma. Og þetta hefur kallað á mikinn undirbúning og það hefur þurft að sýna skýran forgang. Og ég að segja að í dag séu ákveðin tímamót í því að við þykjumst geta séð fyrir það hvert heildarverkefni verður, en það líka í öðru samhengi að verða gríðarlega mikil tímamót vegna þess að við erum að komast á mjög mikinn skriðþunga í verklega þætti málsins sem að kallar á það að við tökum frá fjármuni og forgangsráðum í okkar áætlunum fyrir því að geta staðið undir þessum miklu fjárfestingum. Þetta einfaldlega stærsta fjárfestingaverkefni sem að ríkið hefur ráðist í. Og það ekkert lítið sem undir, það kom fram hér hjá forsætisráðherra að
Í heild sinni þá sjáum við fram á það að fjárfesta fyrir 210 milljarða þegar yfir lýkur. En eins og við öll þekkjum þá hefur umræðan á hverjum tíma fyrir sig dálítið snúist afmarkaða þætti. Ég nefndi sjúkrahótelið, mjög stór hluti umræðunar til þessa hefur snúið að meðferðarkjarnanum sem bara áfangi í heildarverkefninu. Ég hlýt að vilja halda því til haga hér að það mikill sláttur í hagkerfinu, við höfum verið að vaxa og við teljum að við séum í góðri stöðu til þess að leggja trúverðuga áætlun núna að við getum náð í land. Við sjáum á þessari mynd að efnahagslífið hefur tekið aftur við sér eftir heimsfaraldurinn og skuldastaða ríkissjóðs bara með ágætum. Þannig að við höfum allar helstu forsendur til þess að halda áfram og við höfum til þess að forgangsraða mjög í þágu þess að verkefni geti gengið eftir. Til að leyfa mér til dæmis að benda á í því samhengi að við höfum verið með vannýttar fjárheimildir upp á 2 milljarða fyrir þetta verkefni, sem sýnir bara að Alþingi hefur sett alla þá fjármuni og meira til þess að tryggja að það væri engin skortur á fjármögnun til þess að framkvæmdahraðinn væri sá sem við höfum stefnt að. Við erum hér með okkur myndir sem sýna hversu stórt heildarverkefnið er. Hérna erum við að vekja athygli á því hvað þá núverandi húsnæði og hvað framundan og það þetta sláandi hversu gríðarlega umfangsmikið verkefni þegar maður setur þetta í það samhengi. Og fyrsti áfanginn, ég nefndi áðan að við höfum mjög mikið rætt meðferðarkjarnan sem hluti af fyrsta áfanga, en við höfum lagt áherslu á það í fjármálaáætlunum síðustu ára að vera með sérstaka rammagreina til þess að aðeins að draga betur fram hvað það í hverju sinni sem við erum að fjármagna. Og ég held að í almennri umræðu á Íslandi hafi mjög mikið verið rætt meðferðarkjarnan sem hinn nýja Landspítala, en við vitum að hann bara hluti af fyrsta áfanga sem verið að draga fram hér. Og sjúkrahótelið var þá svona byrjunin. Við erum núna að sjá meðferðarkjarnan rísa upp sem 64 milljarða framkvæmd. Rannsóknarhúsið, algjör kjarnaeining í fyrsta áfanga, að umfangi framkvæmdum tæpir 20 milljarðar eða 18 milljarðar. Og svo svona eftir því sem við komumst lengra inn í áætlunartíma þessara fjármálaáætlunar þá lýkur fyrsta áfanganum og þá mun taka við það sem við nefnum annan áfanga og var þarna bleikur á þessari mynd. Og hér sjáum við þetta sem ég var að tala aðeins áðan, að við erum að komast á fullan skrið. Þið sjáið á þessari mynd að þarna 2015 þegar við tókum skóflustunguna að sjúkrahótelinu, þá var ekkert mjög mikið að gerast í svona fjárlaga tölunum. En við vorum búin að vinna gríðarlega mikla undirbúningsvinnu og hönnunin hafði þá verið í forgangi. Og svo hefur þetta gengið stig af stigi og á þessu tímabili til ársins 2023 þá höfum við verið að fjármagna allt það sem hægt hefur verið að framkvæma. En á þessu ári að verða algjör eðlisbreyting á verkefninu og það sést ekki bara hérna þegar maður keyrir hringbrautina, heldur sést það á því að við erum á þessu ári að nálgast 20 milljarða í framkvæmda áætlun. Það dálítið erfitt að slá því nákvæmlega föstu hvar við endum, það ræðst á svo mörgum óvissuþáttum. En svo á næsta ári og næstu 3 árin erum við að gera ráð fyrir því að vera að fjárfesta fyrir meira en 25 milljarða á hverju ári, sem eru gríðarlegar tölur í samhengi ríkisfjármálanna. Það kannski vekur athygli að svo lækkar súlan aðeins 2027, en aðalástæðan fyrir því að þarna erum við að gera ráð fyrir því að fyrsta áfanganum ljúki og að annar áfangi sem fyrir utan tíma, hérna nú komin á lok fjármálaáætlunar tímabilsins, taki þá við. Það geta orðið einhverjar breytingar á þessu sem eru hlutir sem við eigum eftir að ræða næstu 4 árin áður en að því kemur. En í stuttu máli þá það þannig að við höldum inn í okkar áætlunum það bil þessu umfangi af fjárheimildum áfram og það þarf ekki meira til og við eigum að hafa allar forsendur til þess að viðhalda þessari fjármögnun áfram, að þá getum við lokið öðrum áfanga bara í beinu framhaldi.
Og hérna sjáum við þetta með annarri framsetningu, þetta hefur svo sem birst hérna áður, að þetta það sem hefur verið að gera síðasta áratuginn. Þetta álíka mikið og við erum að setja út á þessu ári til samanburðar. Það svona tölulega samhengið. Þetta var það sem við náðum að framkvæma fyrir í fyrra og við vorum þarna áðan með súlu sem að sleikti 20 milljarðana. Við erum kannski að segja að það geti endað í alltaf 21,5 á þessu ári. Og þegar að annar áfanginn sem fyrir utan tíma fjármálaáætlunar tekið með, þá séu þessi 210 milljarðar og hérna svona verið að brjóta þetta upp eftir áföngum hvað lokið við og svo framvegis. Ég ætla að láta þetta duga en halda því til haga hér í lokin að til þess að geta forgangsráðað í þágu stærstu fjárfestingar sem ríkið hefur ráðist í, að þá þarf að sýna fyrirhyggju. Ég held að sú ákvörðun okkar að vera með 5 ára fjármálaáætlun sem byggir á lögum sem við settum fyrir nokkrum árum síðan sé núna að reynast mjög traustur grunnur til þess að ráðast í fjárfestingar af þeirri stærðargráðu sem við erum að fást við hér í stað þess að vera eingöngu alltaf að horfa 1 ár fram í tímann eins og áður var vaninn. Takk ykkur fyrir. Já, komið þið sæl. Og þetta eru sannarlega tímamót hér. Það auðvitað mjög freistandi hér að taka áfram orð forsætisráðherra og fjármálaráðherra sem fóru vel yfir raunverulega af hverju við erum að þessu og þróunina í samfélaginu sem kallar á þessa miklu innviða uppbyggingu. Og svo fannst mér mjög athyglisvert hér þegar fjármálaráðherra fóru yfir tölurnar og við vitum svona hvaða tíma við erum búin að vera að fara í gegnum, hvaða mikilvægt að horfa á heilbrigðiskerfið í þessu víða samhengi og láta ekki efnahagsþróunina hverju sinni, hvernig staðan hafa heilbrigðiskerfið háð efnahagssveiflunni ef við orðum það þannig og klára uppbygginguna. Okkur finnst það kannski oft þegar við tökum pólitískar ákvarðanir að við hugsum skammt og hreyfum okkur hægt. Þetta viðamikið verkefni og ég að stjórna hér tökkunum eða eitthvað. Annars mun ég bara tala á einni glæru. Það bara þannig. Það stundum erfitt. Ég ætla að taka undir þess vegna orð sem að fjármálaráðherra fór með hér. Lög opinber fjármál. Þau styðja við þessa langtíma stefnumótun. Þau hjálpa okkur við svona stór verkefni. En við höfum líka tryggt gott stjórnskipulag frá upphafi og löggjöf með NLSH, OHF og NLSH stýrihópi sem mjög góð traust viðbót við þær ákvarðanir sem þarf að taka, ekki síst þegar steypan og byggingarnar þegar þetta komið upp og við förum að huga því og það verður flókið mál að koma verkefninu inn í húsið, skapa starfsandann og inn í þeim innviðum sem við erum að byggja upp hér. Það mikilvægt að horfa til spítalans, þessarar kjarnaþjónustu, kjarnan í kerfinu, hjarta í kerfinu. Mér finnst það blasa við að heildin stærri en summa einingana þegar við horfum svona á kerfið okkar. Ég veit að tilfinningin oft þannig að við erum svolítið með af því þetta á okkar mælikvarða stór spítali. Okkur líður oft þannig að við séum með þetta allt í fanginu hér. En við eigum marga aðra þjónustuþætti utan spítalans sem við þurfum að huga að og láta vinna betur saman. Það sú langtíma hugsun sem við þurfum að hafa að leiðarljósi. Og ég hef nú stundum tilhneigingu til að horfa á svona myndir út frá leikskipulagi í fótbolta en það ekki alltaf alveg þol fyrir því en ég geymi það þar til síðar. En þetta sannarlega sú mynd sem við horfum á með spítalann sem kjarna og hjarta í þessu kerfi. Og ég að reyna að venja mig við að vera á takkanni þetta. Við erum raunverulega að kynna hér fyrsta fasa. Skýrslu, hvernig búið að taka utan þessa miklu uppbyggingu
Fjármálaráðherra fór hér yfir tölurnar, forsætisráðherra fór hér yfir þessa ævintýralegu fjölgun, ævintýralegu tölur komu ferðamanna. Við þekkjum það hvað þjóðfélagið okkar að breytast og þær áskoranir sem við erum að takast á við í lífstílstengdum sjúkdómum. Þannig að það er ekki seinna vænna en að byggja utanum fólkið okkar til að takast á við þessa þróun. Og ákvarðanir annars áfanga, þær verða teknar út frá þessari þróun, þessu breyttu þörfum. Og ég er aðeins upptekinn af því við vorum hérna ekki alls fyrir löngu að halda upp á 20 ára afmæli Barnaspítalans. Auðvitað vitum við að á endanum það sem skiptir öllu máli er hvernig tekst að halda utan fólkið og manna og skipuleggja innan steypunar og skapa andan. Og það fannst mér blasa við einhvern veginn í máli allra þegar við heldum upp á það afmæli, hvað það tókst vel til. Þetta er auðvitað verkefni og við munum auðvitað halda samræðinu og samtalinu hér áfram það mikla verkefni og það eru veigamiklu ákvarðanir sem við þurfum að taka í þessu samhengi annars fasa. Þar verður auðvitað lögð áhersla á þjónustuna, koma þessari mikilvægu þjónustu fyrir og hugsa þetta út frá okkar blandaða kerfi og öllum þeim áskorunum sem því fylgja. Tækifærin í nýbyggingunum eru auðvitað fjölmörg. Við þurfum að huga að legurými. Við þurfum að huga að rými fyrir nútíma tæknilausnum. Þar kemur til hvernig nýtum við eldri byggingar og fjölmörg önnur tækifæri sem í raun og veru liggja í því. Það blasir við að við þurfum að finna geðþjónustu nýjan stað. Og það eru 13,5 milljarðar áætlaðir í þetta verkefni. Það þarf að reisa nýtt húsnæði. Núverandi húsnæði verður líklega nýtt í annað, en það er einnig í skoðun eins og flestar allar aðrar byggingar í öðrum áfanga. Það var skipaður starfshópur í nóvember í fyrra til þess að fara yfir þetta mál og komið mjög hratt með góðar tillögur sem við metum nú í framhaldinu, en niðurstaðan í stuttu máli er sú að starfshópurinn, notendur geðþjónustu Landspítala, aðstandendur þeirra og starfsfólk eru sammála að byggja þurfi nýtt húsnæði fyrir fullorðins geðþjónustu, húsnæði sem byggir á nútímalegri, batamiðrari hönnun. Og þegar við erum að tala breytingar og þróun og áskoranir í samfélaginu, þá finnst okkur þetta sjálfsagt mál og nauðsynlegt mál. Kjarninn er þessi: núverandi húsnæði hentar ekki geðþjónustu. Nýtt húsnæði þarf að rúma sérhæfðar dagdeildir og göngudeildir, legudeildir, öldrunargeðdeild og svo þarf að koma fyrir sérhæfðri og markvissri endurhæfingu. Þannig að við erum að kanna fýsileika á sérstöku rými fyrir bráða geðþjónustu innan nýrrar bráðamóttöku meðferðarkjarna samhliða. Þannig við fáum þessa reynum að nýta tækifærið í heildstæða þjónustu. Og fjármálaráðherra fór hér yfir þessar byggingar, rannsóknarhúsið og uppbygging þess er að hefjast á þessu ári og sú framkvæmd er að fullu fjármögnuð og við sáum kannski tíma á sín hérna áðan að þessar tvær byggingar, rannsóknarhúsið og meðferðarkjarninn, eiga að vera tilbúin 27.
Svo eitt ár sem að fer í það að koma öllu fyrir og það líka flókið en við höfum eftir að fara yfir það síðar með. Ég kannski sprungin á tíma. Já, jú, þú ert á. Forsætisráðherra oft mjög góðu tímavörður, sko. Ég horfi, en 30 sek. það eru 30 sekundur, en það eru margt að fjalla hérna. Þannig að vísindin, við erum að taka vel utan um þau í nýju húsnæði og það vel og auðvitað rís síðan húsnæði háskólans samhliða og stafræna þróunin, við þekkjum þá umræðu en þetta mun gefa okkur tækifæri til að gerbylta allri þjónustu, auka skilvirkni og bæta tæki og þetta allt hluti af því sem framundan og við þurfum að taka utan um í svokallum öðrum fasa í þessu. Ég ætla að fara hér hratt að þessu hjarta hér í heilbrigðiskerfinu og ég hef komið inn á og það á endanum fólkið sem giltir öllu máli. Steypan, aðbúnaðurinn, tækin, rannsóknar, aðstafan, skráningarkerfin. Það nauðsyn, en það nauðsyn til að halda vel utan fólkið okkar. Fólkið í landinu, heilbrigðisstarfsfólkið, sjúklingana og aðstandendur, það leiðarljósið í allri heildaruppbyggingunni. Og það það sem við erum alltaf með í huga þegar við erum að horfa á þessa uppbyggingu. Ég vil endilega bara fá að ljúka á þessum orðum og svo höldum við þessu samtali og samræði áfram og kynnum þau verkefni sem framundan en það að veiga miklar ákvarðanir sem við auðvitað þurfum að taka í framhaldinu til að nýta þetta tækifæri og þessa mikilvægu innviðauppbyggingu sem best. Kæra þakkir.